Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Aðdragandinn að falli bankana nær yfir langt tímabil og meðal annars fjallað einkavæðingu bankana í skýrslu rannsóknarnefndar. Nýjar upplýsingar bankasöluna koma þar fram og við ætlum að ræða við Valgerði Sverrisdóttur, þáverandi viðskiptaráðherra, í Kastljósi í kvöld. Valgerður var einnig í lykilhlutverki þegar ráðist var í Kárahnjúkavirkjun og þegar lánheimildir Íbúðalánasjóðs voru auknar með svokölluðum 90% lánum. En augljóst að rannsóknarnefnd Alþingis lítur á þetta sem mikil hagstjórnarmistök sem svo aftur hluti af vanda þjóðarinnar í dag og Valgerður sest hjá Helga. Velkomin í Kastljós, Valgerður. Takk fyrir. Byrjum bara á þessu með einkavæðingu bankana. Það eru gerðar alvarlegar athugasemdir við það hvernig staðið var að einkavæðingunni og þetta auðvitað umræða sem hefur farið fram mörg undanfarin ára eiginlega frá því að þessi bankar voru einkavæddir. En það eru þarna nýjar upplýsingar sem koma þarna fram. Til dæmis það að þarna hafi verið lagðar línurnar með það að fáir einstaklingar ættu stóra hluti í bönkunum sem aftur hafi geta, þar alveg valsamið þá nokkurn veginn eins og þeir vildu. Er ekki einsýnt með það sem kemur fram í skýrslunni að þið hafi gert alvarleg mistök þegar þessi bankar voru einkavæddir? Já, það nú svona spurning hvað á að nota stór orð, en ég náttúrulega búin að lesa þetta og kannast við mjög margt sem það kemur fram. Og ekki síst var ég nú þarna í yfirheyrslu sjálf, þannig að fékk tækifæri til þess að koma að ýmsu sem að ég upplifði. Auðvitað dálítið tími liðinn síðan þetta var, þannig að maður dálítið að grufla til þess að muna hlutina. Ég kannski ekki samálega, ég veit ekki hvort þetta tala að hafa verið gerð alvarleg, eða gerðar alvarlegar athugasemdir, en það er komið þarna inn á þetta sem þú nefnir og varðar það að það hafi verið talað dreifða eignaraðild og svo farið út í þessa stefnu með kjölfestufjárfesti og reyndar hún svo sem komin á kreik áður en ég verð ráðherra sem þarna áramótin 1999-2000. Og hugmyndin með þeirri stefnu svo að þá fái seljandinn inn aðila sem að hafi ráðandi stöðu í fyrirtækinu og hann hafi þá þekkingu, það þá reikna með því hann kunni að reka banka. Og það var búið að vera í gangi í örugglega 1,5 ár þegar ég kem þarna vinna í sambandi við það að finna erlendan banka til þess að kaupa ráðandi hlut í bönkunum, þessum tveimur sem voru þá til sölu. Og það bara gekk ekki neitt. Það var búið að fara víða veröld og leitað áhugasömum kaupanda, en það bara kom ekkit út úr því. Og það var vissulega ekki gott. En síðan gerist það þarna, ég ætla þess ekki rétt fyrir áramótin 2001 að við eiginlega bara hættum við að selja bankana og gefum út fréttatilkynningu það að það hafi ekki fundist áhugasömum kaupandi og sem þá tilbúin að borga eitthvað því það var vissulega að selja bankana bara fyrir eitthvað mjög lágt verð en þess vegna slóum við því á frest að selja í rauninni. Nú svo gerist það sumarið 2002 að það kemur bréf til Davíðs Oddssonar frá Samson með Björgólfsfeðgum sem voru þá að stofna til þessa félags Samson það þeir væru áhugasamir að kaupa Landsbankann. Það sem var til sölu. Við höfum nú hafað í huga að það var helmingur þegar seldur í dreifðri eignaraðild. Nú þá fer þetta ferli af stað að leita eftir áhugasömum aðilum til kaupa á báðum bönkunum. Þegar á það samkvæmt stjórnarsáttmála þá ætlum við að selja á báða. En það er ýmislegt í þessu ferli sem gagnrýnt, Valgerður. Já, býtum aðeins halda áfram að þá er það ákveðið og reyndar vegna kröfu okkar, framsóknarmanna, að fyrst að við vorum búin að gefa út þessi skilaboð að við værum í raun hættu við, að þá yrðum við að galopna ferlið upp á nýtt, en ekki bara selja þeir sem að sendur okkur bréf. Stóð þá til að selja Samson þetta á þess að það eitthvað auglýst? Var það krafan frá Sjálfstæðisflokknum? Já, það var allavega ekki að heyra að það væri mikill áhuga á því að opna ferli svona eins og við gerðum, endaði með því að það var alveg galopnað. En þú segir í skýrslunni og það haft eftir að Davíð hafi sótt þetta mjög stíft að selja þeim þetta? Já, ég segi sem ég get staðið við að það svona andrúmsloftið var þannig og maður fékk ýmsar vísbendingar það, en allavega þá opnum við ferlið, auglýsum eftir áhugasömum kaupendum og það eru 5 sem gefa sig fram, 5 hópar og 3 þeirra eru taldir allavega hæfir í viðræður og þannig hefst þetta ferli og það að sjálfsögðu einkavæðingarnefnd sem hefur þarna
eða býtum við, við köllum hann yfir framkvæmdanefnd einkavæðingu og síðan sem hefur þetta miklu hlutverki að gegna og síðan það þetta fyrirtæki sem að starfa með okkur, HSBC, ráðgjafar. Þeir eru til dæmis gagnrýndir í þessari skýrslu og það vekur nú svolítið miklu athygli að það virðist sem að þeir hafi gefið þau skilaboð að það væri lítill vandi fyrir þá að aðlaga matið á fyrirtækjunum að einhverju leyti að tilboði Samsung. Já, það má deila það hvernig HSBC setur upp áherslurnar í sambandi við sölun. Já, en þeir tala beinlínis það að þeir séu tilbúinir að breyta áherslunum þannig að það sé hægt að taka tilboði Samsung. Hvernig skilur þetta? Já, þetta eitt af því sem er gagnrýnivert. En mér bendir þetta ekki bara til þess að það hafi verið bara, ég lefum bara að segja spilling í tengslu við þessa bankasölu, ólíkt því sem að þið hafið alltaf haldið fram? Það sem ég hef alltaf sagt í sambandi við þessa bankasölu það að við treystum mjög mikið á alþjóðlegt ráðgjafafyrirtæki. Maður treysti að það fyrirtæki væri að vinna faglega. En heldur að þeir hafi brugðist þess að til ykkur? Það bara eitt af því sem ég get ekki fullyrt og sumt af þessu náttúrulega kemur, sem ég að lesa þarna, sumt af því eitthvað sem ég ekkert búin að lesa áður. Því ég hef ekkert verið á kafi í einhverjum gögnum sem að hafa legið hér og þar í samfélaginu þetta mál. En býtu, hvað ertu þá að tala nákvæmlega? Því að þú auðvitað, eins og Davíð bendir á, að lögum berð þú stjórnskipulega ábyrgð á þessari bankasölu. Hvað ertu að segja þá að einhverjum gögnum þessa bankasölu hafi verið haldið frá þér? Nei, ekki haldið frá mér, en auðvitað það þannig að maður bæði treystir á sína embættismenn og ráðgjafa í svona ferli. Hvað kom þér svona mikið óvart í þessu? Já, nákvæmlega eins og þetta. Þetta kom mér frekar óvart. Nú svo náttúrulega verður maður líka viðurkenna að það dálítið langt liðið frá, þannig að það kannski eitthvað sem að maður farin að gleyma, en ég náttúrulega reyndi að rifja upp eins og ég mögulega gat áður en ég fór í viðtöl við rannsóknarnefndina. En eins og ég sagði hann, þá segir það við nefndina að Davíð hafi sótt hann mjög stíft að þessir aðilar sem höfðu þetta í fyrstu samband við hana, þeir fengi að kaupa bankan. Í hverju fólst þetta nákvæmlega? Já, það fólst í samtölun náttúrulega. Og sagði hann það beint þá að hann vildi að þeir eignuðu bankan? Nei, það var ekki þannig. Hvernig þá? Já, meina, maður kannski átta sig á því þegar maður tala við fólk hvað það vill og hvert það ætlar. Þannig að þú hefur skilið hann þannig að það væri, ég minnst okkurst í hans vilji, að þessir aðilar fengju bankan á þess að það er auglýst neitt sérstaklega að opna fyrir það? Já, það var tekin ákvörðun að auglýsa og það var bara niðurstaða milli þess að tveggja flokka og það var gert og niðurstaðan var þessi að komu 5 aðilar, 3 þeirra fóru í viðræður. Það var ýmislegt fleira sem gagnrýnt í þessari skýrslu. Það til dæmis talað það að það hafi einhvern veginn allt í einu verið ákveðið að hverfa frá því að það væri einhvers konar skilyrði að menn sem að væri að kaupa þessa banka hefði einhverja reynslu af því að reka fjármálafyrirtæki. Svona í ljósi þess sem hefur gerst, voru það ekki algjör mistök af ykkar hálfu að leggja ekki meiri áherslu á það að ríkisbankarnir eru settir í hendurnar á mönnum sem að kynnu að reka banka? Já, þá skulum við aðeins fara yfir þetta. Við í viðskiptaráðuneytinu. Það er nú reyndar, að því að nú talaðum að það vanti nú dálítið upp á það að það séu skráða fundagerðir og mál séu formleg, að þá eru þó til minnisblöð og bréf úr viðskiptaráðuneytinu frá þessum tíma. Og við meðal annars, vegna þess að áður en þetta bréf berst frá Samson, höfðum sett fram grein í Morgunblaðið, sem ég skrifa, og eins inn á mína heimasíðu það hvað fyrirtæki þurfa að uppfylla til þess að geta keypt í banka og verið kjölfestu fjárfestar. Og okkur sýndist að þetta fyrirtæki Samson hefði ekki þá þekkingu og uppfyllt ekki þau skilyrði sem við höfum sjálf sett fram. Þannig að það var náttúrulega eðlilegt að við kæmum því á framfæri að það væri ekki og þetta kemur fram í minnisblaði hjá okkur. Og meðal annars þess vegna var nauðsynlegt að opna ferlið því að við erum búin að setja fram ákveðin skilyrði eða okkar sýn á þetta og miðað við það að þetta fyrirtæki uppfylli ekki þessi skilyrði að þá náttúrulega var nauðsynlegt að byrja nýtt ferli. Það kemur ekki veg fyrir að þið seljið þeim bankan á endan? Nei, það gerir það ekki. Það byrjar nýtt ferli og ég tek það aftur fram núna við þig að þar ræður miklu hver niðurstaða bæði fjármálaeftirlits og svo HSBC í þessu tilfelli.
Annað að sko sölunni á Búnaðarbankanum að því að hún hefur auðvitað líka verið gagnrýnd og það eru auðvitað ekkert leyndarmál að það eru aðilar tengdir Framsóknarflokknum sem að keyptu þann banka. Sko nú kemur fram til dæmis þarna að það virðist vera að já minnstakosti framkvæmdanefndin einkavæðingu og þá væntanlega ykkur líka því að þið hafið ekki haft aðrar upplýsingar að bankin eða ríkið hafi fyrst fengið þær upplýsingar hvaða virta erlenda fjármálafyrirtæki það var sem var að kaupa með þeim bankan bara rétt fyrir undirskriftina og þá reynist það að vera þessi banki í þessi Hauck & Aufhäuser sem að bara dregið í efa í þessari skýrslu að sé stór virt fjármálastofnun eins og gefur til kynna í upphafi. Já. Hvað finnst þér um það? Það er líka mjög gagnrýnivert og eiginlega alveg með ólíkindum. Vissirðu þetta ekki? Ég vissi þetta bara sko rétt áður náttu að fara að skrifa undir hvort á daginn áður eða hvað það var sko. Og það hefur ekki breytt í að þú skrifar undir samt? Já, ég gerði það. Og sérðu ekki eftir því? Sko, ég náttúrulega vissi ekki nákvæmlega hversu stórt þetta fyrirtæki var eða hversu merkilegt en allavega kemur bankastjórinn og skrifar undir með okkur þarna. Og það var nú dregið í efa að þetta fyrirtæki væri yfir til og mikil umræðum það á Alþingi en það var til og þýska fjármálaeftirlitið vottaði það að það hefði keypt í bankanum. En það var ekki þetta virta fyrirtæki sem hafði verið til umfjöllunar áður og var fransku banki. Já. En býtu, Valgerður, þú segir mér núna að þú hefur skrifað undir og þú hefur ekki vitað almennilega hver var að kaupa bankan. Ég vissi að það var þessi banki sem var 50% eigandi í Eglu. Já. Sem átti að vera sem var ein af grunnforsendunum fyrir því að þessi menn fengi að kaupa bankan var að þeir væru með erlendan aðila með sér. En nú ertu í raun og vera að taka undir þá gagnrýni sem kemur fram í skýrslunni að þetta sé alls ekkert einhver stór og öflugur banki. Þetta var ekki stór og öflugur banki. Hvað segir það þá um það ákvörðun þín að skrifa undir og selja bankan? Já, þarna kemur aftur að ráðgjöfinni. Það er ráðgjöf frá þessu virta ráðgjöfafyrirtæki það að þetta sé engu að síður, það öflugur banki, að það breyti ekki þeirra niðurstöðu það að það sé rétt að selja þessum aðilum bankan. En þegar öll er á botni hvolptvalgir, þá er ákvörðun auðvitað þín og ábyrgðin er líka þín. Já. Ég kannast ekki við það. Og hvað segirðu þá við þessu núna? Finnst þú hafa gert mistök með þessu? Já, sko, það er náttúrulega augljóst að þessir kaupendur hafa algjörlega brugðist í báðum tilfellum. Og það er ekki of mikið að segja að við höfum verið óheppin með kaupendur. En svo velti maður líka fyrir sér. Sko, miðað við það að allir þrír bankarnir eru sko álíka settir og hafa verið í álíka vafasamri starfsemi, þó ekki sé nú meira sagt. Sko, hefði þetta verið eitthvað öðruvísi ef aðrir hefðu keypt. Auðvitað hefði verið það besta og þessum ætluðum okkur að virtur erlendur banki keypti ráðandi hluti í bönkunum. Það var nú til dæmis þetta 98 að þá var komið á samband við sænskan banka sem að virtist vera áhugavert að selja hlutin en það var ekki, hann vildi bara ekki borga. En í ljósi þess að þú segir mér hérna núna, Valgerður, getur þú þá, sko, finnst þér ekki, það með það sem þú segir mér að þetta ráðgjafafyrirtæki virðist hafa brugðist gagnvart ykkur, það er að minnst geta skiljað öðruvísi, og upplýsingarnar hafi ekki legið fyrir, þú hefur ekki vitað því nákvæmlega hver var að kaupa bankan þannig gegnum Eglu. Þarf ekki einfaldlega bara að ráðast í sérstakar rannsókn á því hvernig staðið var að þessari bankasölu? Ég hef ekkert á móti því, en ég held að 80 síður í þessari rannsóknarnefndarinnar fari nú dálítið vel yfir þetta. Og ég veit ekki hvað kemur mikið nýtt fram, en það getur vel verið að kemur eitthvað nýtt. Aðeins að öðru, þú varst auðvitað líka yfir fjármálaeftirlitinu, barst þína pólitísku ábyrgð á því og það er auðvitað gagnrýnt mikið líka í skýrslunni og það er auðvitað farið yfir þetta lagaumhverfi sem að bankarnir störfuð í sem er svona í grunninn út úr einhverjum EES tilskipunum. Ekki einhverjum EES, út úr EES tilskipunum sem skipta nú ekki litlu máli hér á landi. Nei, en virðast nú kannski ekki alveg hafa dugað okkur samt. En það breytir því ekki að það var auðvitað aldrei neinn skylda fyrir ykkur að taka þetta algjörlega hráttu? Það var nú bara skylda. Býtu, þið hefðu getað fengið, og það er bent á það að þið hefðu getað gert strangari kröfur? Sko, við náttúrulega verðum að innleiða tilskipanir frá Evrópusambandinu. Það er alveg ljóst. Og það gerðum við, undanþágur. Eins og í hvaða tilfelli fáum við undanþágur. Það er talað um það í skýrslunni að það hefði verið að taka sérstakt tillit til þess hvernig aðstæður eru á Íslandi.
Er ekki einsýnt að það hefði þurft að gera það? Ég veit ekki neitt tilfelli sem að það sem ég upplifði á mínu ferli sem ráðherra, það sem við gáttum fengið einhverja stórkostlegar undanþágur og til dæmis voru nú raforkulögin mikið til umfjöllunar í því sambandi. Þannig að við þurfum að innleiða þessar tilskipanir og þegar að finnski sérfræðingurinn kom hér fyrir eitthvað 2 árum til þess að fara yfir lagaumhverfi bankana, að þá kom bara það í ljós að við vorum með sambærilegt lagaumhverfi og önnur Norðurlönd. Þannig að það verður, og það eitt af því sem að kannski hefur ekkert verið fjallað mjög mikið upp á síðkastið, að við þurftum að innleiða þessar tilskipanir og það hafi verið stefna eins og fjármálaráðherra er að tala sko, það bara stefnan var að bankarnir hefðu þetta frelsi. Það var bara, hvað sem okkur líka betur að verð, þá var þetta frelsi innleitt vegna aðildar okkar að Evrópska efnahagssvæðinu. Þetta var líka stefna sem var rekin, ekki? Þið ætluðu að skapa alþjóðlega fjármálamiðstöð til þess. Það var nú aldrei stefna að gera það, en það var nefnt sem fjallað það. Já, ég meina það hefur vantilega verið stefna. Í framhaldi að hugmyndir sem komu utan á samfélaginu að því. En varðandi þetta regluverk sem að bankarnir unnu eftir og líka starfsaðstæðurnar hjá fjármálaeftirlitinu, varst þú nógu dugleg við á þínu meðan þú varst viðskiptaráðherra að styðja við fjármálaeftirlitið? Það má alltaf deila það, hvort ég var nógu dugleg, en allavega þá eldist það mjög á þeim tíma og lögunum var gjörbreytt og það var gert algjörlega sjálfstætt. Sjálfstætt stofnun, þar sem að pólitíkin kom ekki að. Og það var að mínum mati mjög mikilvægt og eins var það þannig að það var ekki ég sem að réði forstjóra, heldur var það stjórn fyrirtækisins. Þú skipaði stjórnina hlutafæði? Ég skipaði stjórnina, alla, og gerði það mjög faglega held ég mig segja. En heldur að það fjármálaeftirlitið hafi ekki verið hreinlega allt og veikt? Það, mér skoðst, margt sem bendi til þess að það þurft að vera sterkara, en ég bara segi það aftur, að ég eldi það mjög mikið og það fjölgaði þarna starfsmönnum, en hvort að það var nóg, það svo annað mál. Og ég bendi á líka að það eru eftirlitsskyldir aðilar á markaði sem að kosta þetta eftirlitin, ekki ríkissjóður. Aðeins varandi það sem fjallaður varandi, til dæmis húsnæðislánin sem var nú kosningaloforð þíns flokks. Geir Haarde gengur nú bara ansi nálægt því að tala að það hefur verið bara gríðarlega stór mistök að innleiða þessi 90% húsnæðislán því að þau hafi einfaldlega verið eins og olía á eldi í þenslunni sem að það var. Hvað finnst þér það? Hann hafi nú ekki orðað það þannig. Já, hann segir þetta hafi verið mistök. En já, það þetta að segja, við setjum þetta fram fyrir kosningarnar 2003 og síðan förum við í stjórnarmyndunarviðræður og niðurstaðan svo að þetta verið gert. En það svolítið villandi í skýrslunni sem ég vil nú samt segja að sé bara mjög góð og þessi vinna frábær hjá þremenningunum, að svolítið villandi að það eins og þeir telji að við höfum verið á undan bönkunum með að fara upp í 90% lánin og bankarnir hafa komið eftir með 100% lánin. En sannleikurinn sá að þeir koma á undan og við ætluðum okkur ekki að fara mjög hratt í þessi 90% lán. Það átti ekki að vera takandi í áföngum og við ætlum að vera komin upp í 90% árið 2007 þegar að framkvæmdu verið lokið á Austurlandi. Svo koma bara bankarnir algjörlega þannig að stjórnvöld vissi ekki að það stæði til með 100% lán. Voruð þið ekki vöru við því að gera þetta? Vöru við að fara í þessi... Fara þessa leið einfallega inn í þessa þenslu að þetta væri bara ekki nógu gott. Það til dæmis vitnað í aðila á Seðlabankanum í skýrslunni sem að segir að hann hafi varað ykkur við þessu. Já, ég var náttúrulega ekki með þennan málaflokk en við allavega ætlum að fara mjög hægt í þetta í áföngum og það var hámarks upphæð. Og ég bendi á að þegar að mælti fyrir málinu árið 2004, seinni hluta árs á Alþingi, að þá tekur núverandi forsætisráðherra mjög undir þetta og það var náttúrulega mjög þrýstingur utan á samfélaginu, vinstriflokkarnir studdu okkur algjörlega í þessu og tekur mjög undir þetta, Jóhanna, og segir mér í sig líka að það sé gott að það sé komin samkeppni á markaðin. Og það var náttúrulega okkar mati bara alls ekkert gott því að við vildum styrkja Íbúðalánasjóð og halda honum en því ekki að neita Sjálfstæðisflokkurinn vildi það ekkert. Hann vildi bara að Íbúðalánasjóð færi inn í bankana. Og þess vegna kannski það sem liggur undir hjá Geir Haarde þegar hann tala með þessum hætti. Hann vildi ekki halda áfram með hann Íbúðalánasjóð og hvað þá að efla hann eins og við vildum gera. Valgerður, þakka kærlega fyrir komuna í Kastljós.
Já, takk fyrir þetta og réttir að taka fram að Kastljós hefur í dag beðið helstu bankamenn og útrásarvíkinga viðtal vegna skýrslunar, þar að segja þá sem að nefndir eru sérstaklega á nafni skýrslun og fjallaður en þessir aðilar báðust undan viðtali að sinni að minnstakosti. Og svo líka rétt að taka fram að hér hjá okkur á morgun verða formenn stjórnmálaflokkana og þeir ætla að fara yfir efni skýrsluna, við sjáumst þá.